Hvernig var þetta í dag? Það var erfitt, það var mikill vindur sérstaklega fyrir nýju og að halda boltanum í leik í hrauninu var hægara sagt en gert. Já, hann var að hafa það mikil áhrif vindurinn, þannig að þetta allt annað golf heldur en síðust 2 daga. Já, bara síðan 2 dagar búið að vera logn, þannig að það breyti vellum svolítið þegar það fæ vindinn. Og náður að halda þolinmæðinni samt svona en svo hérna í lokin smá æfingar. Aðeins. Og það er spennandi fyrir morgundaginn, leiðilegt að vera eitthvað svona 2 vikum undan. Lýstu þess aðeins fyrir okkur, hvað lá boltinn, og tókst vítið ekki? Jú, við vorum á rauðum í dag á 8. Tók dræfur og tók aðeins í hann og fór í grjótgarðinn og ég sá alla boltan, ég var bara heppin að finna hann þannig séð. Og var svona, hugsaði að það var ekki alveg þessi virði að reyna eitthvað miracle shot slá yfir og þannig ég ákvað að taka víti og droppaði 130 metra frá. Fekk bara flægir úr röffinu og flaug grínið þannig. Og svolítið erfitt vippi hérna sem að þú svona hittir illa. Já, það var mjög erfitt. Grasið lá líka á móti, þannig að það gerði ennþá erfiðara og það þurfti að vera hárnákvæmt. Allt lá niður í móti og vindurinn með, þannig að þetta passa sig. En það er útlit fyrir fjöri hjá ykkur, þeir eru 3 jafnar. Það er bara gaman. Alltaf gaman að hafa smá spennu í þessu. Leiðilegt er eitthvað eitt stingur af, þannig að það er fínt. Hvernig leggst morgundagurinn í? Mjög vel. Fara núna að horfa á landsliðið spila og slaka aðeins á. En svona þeir eru saman í hálfleik, eru þið svolítið að spjalla, eru þið góða vinkonur? Við höfum mjög svona létt yfir okkur hjá okkur, sérstaklega hjá mér og Gunnu. Við vorum saman í Portúgal núna í viku og erum búin að fara í margar landsliðsferðir saman. Og Aldís bara fín líka, gaman að spjalla við hana. Gangi vel. Takk.